Við notum náttúrulega þetta forrit hérna Machine Expert og það ætti nú að vera allan í dag þessi versjón hérna 2.2.2. Við ætlum að byrja á að tengja PLC-vélina við tölvu til að koma forritin í. Það er tengt með USB-snúri hér. Það eru fleiri tengimöguleikar en við notum þennan, og það sem við þurfum að byrja að gera hér er að maður á nú að byrja að gera hérna build, generate code, og sem átt að sleppa því. Það gerist í leiðinni og förum við online og í login eða allt átta, og það er líka hægt að smetla hér á þetta íkon hérna. Ef að þessi gluggi kemur upp, þá getur við bara, þó að standa á hann warning eitthvað og lalala, þá er þetta akkurat glugginn sem við viljum fá upp. Og þá íta hérna Alt F á lyklaborðinu og þá þurfum við að skrifa hérna inn username og password sem bara PLC-14 í þessu tilfelli. Það stendur á vélinn sem að þú ert með hvað það er. Og sem bara yes hérna. Og þá sjáum við hvernig allt breytist hérna. Síðan þurfum við, maður ekki gleyma að setja hérna start eða play til að segja þessari hérna að fara í gang. Hún er bara í biðstöðu núna, en við þurfum að setja hana hérna á start. Og hérna er allt tilbúið, inn, út og reset inputinn. Hér sjáum við talninguna. Hér er markar 1 sem við vorum búin að gera áður og við sjáum að þessi er on, þannig að það er grænt ljós núna, þessi er off, þannig að það er rauðljósið logar ekki. Svo ætlum við að telja upp hérna og nú skulum við prófa hvort þessi teljari virkar. Ég er búinn að setja hérna, tengja hérna skynjara við hérna intölvuna. Þessi skynjari, hann sendir frá sér ljós og skynjar þegar hann endurkastast tilbaka. Þannig að hver skipti sem eitthvað kemur hérna fyrir og þá fæ ég merki. Setjum hann hér. Nú telur hann á að telja upp og ef það kemur bíll, hér er bíll, og þá telur hann er komin 1. Og ef hann telur hérna, hér er skynjarinn út og þá skulum við sjá hvort þess kemur merki hér. Það gerir það og þá taldi hann aftur niður. Þannig að það er enginn inn í geymslunum núna. Nú ef að, nú getum við talið hérna, teljum bara 10 bíla inn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og nú kemur breyting 10. 10 bílar inni. Þannig að það er búið að kveikna hérna á þessum M1 markar 1 hérna. Þannig að það slökknaði græna ljósið og kveiknaði rauða. Og svo bara leið og 1 bíll fer út og þá snýst það við hérna. Það er 9.
slöknar þessi sér með víxla hér og við getum talið hérna niður endalaust hérna. En það er líka hægt að gera reset. Það þarf að resetta teljarann, það er vitlaust bílu minni eða eitthvað. Og þá er það resettið hérna inn á einn og ég nota oft bara svona vír til að prófa svona innganga. Bara sækja með þessi plús og senda henni inn á kemur 0, reset 0. Nú svo er allt í lagi að skoða hvað svona ýmis vesen geta gert. Hvað gerist til dæmis ef það kemur bíll með kerru. Telur hann einu sinni eða telur hann tvisvar. Og það eru svona hluti sem maður þarf að pæla í. Hvort að skinnarinn sem maður er með telji rétt þar sem maður vill hann sé að telja. En þetta er greinlega virkað svona. Þannig að við getum sagt að þetta verkefni sé búið.